Góðan dag og verið velkomin. Gaman að sjá hversu margir mættir. Það ánægjulegt. Alexander heiti ég formaður Ungra fjárfesta. Ég ætlaði að byrja hérna í dag bara að taka örfáar mínútur í að kynna fyrir ykkur félagið. Félagið stofnað í upphafi árs 2014. Tilgangurinn var að vekja áhuga ungs fólks á fjármálum, fjárfestingum og sparnaði. Auk þess, eins og ég segi, að skapa vettfang fyrir umræðu, fyrir það sem ungt fólk getur hist og rætt þessi málefni. Félagið opið öllum á aldrinum 18 til 35 ára. Við þessum tilgangi við ætlum að ná honum með því að standa fyrir reglulegum fræðsluviðburðum eins og þessum í dag. Og þeir opnir öllum. Það allir velkomnir hingað, alveg óháð aldri og alveg sama hvað. Félagið sjálft hins vegar bara opið fólki á aldrinum 18 til 35 og tilgangurinn með því af hverju þetta í gangi félagið að það ýmislegur ávinningur. Meðal annars höfum við samið við VFB að ef að félagsmenn okkar eiga viðskipti hjá VFB þá greiða lægri þóknanir. Svo erum við með fleiri kynningar og fundi sem bara ætlaðir félagsmönnum sem þó ekki opnir eins og þessi fundur í dag og það geta verið mjög áhugaverðir fundir. Við að semja við fleiri samstarfsaðila, meðal annars erum við með 50% afslátt af áskrift af Viðskiptablaðinu og að semja við frjálsa verslun og aðrar verslanir afslátt af vörum. Og svo náttúrulega mesti ávinningurinn bara að hitta fólk sem hefur áhuga á þessu og stækka tengslanetið. Ég ætlaði að sýna ykkur hvernig þið gangið í félagið. Það á heimasíðunni okkar, ungifjárfestar.is. Þar flipi sem heitir skráning í félag eða bara ungifjárfestar.is/skráning. Þarna fyllið út þessa 4 reiti, sendið inn og eftir að við höfum farið yfir skráninguna og gengið í skuggum að hún sé í lagi, að þá fáið þið tölvupóst tilbaka að þið séu skráð í félagið. Og þá við sjálfkrafa skráð á póstlista hjá okkur og fáið senda reglulega pósta næstu viðburði og hvað við að gera. Ég ætlaði rétt að sýna ykkur þá viðburði sem við höfum staðið fyrir. Þetta svona síðasta árið. Við vorum með þennan sama fund í ágúst í HR. Í ágúst fengum við líka fjárfestakynningu á Reitum. Í sumar fórum við heimsótt til Gamma. Mars fórum við til Stefnis. Þetta bæði sjóðstýringarfélög, þar sem félögin voru að kynna fyrir okkur sína sjóði og hvað okkur stendur til boða, í hverju við getum fjárfest hjá þeim. Við fórum í fjárfestakynningu til Icelandair í maí, sem var mjög áhugaverð. Og svo eru nokkrir eldri fundir. Og svo langaði mig aðeins að sýna ykkur hvað framundan. Og næsti fundur sem búið að staðfesta verður 28. september. Það verður opinn fræðslufundur og hann verður tæknigreiningu. Í október förum við í Kauphöllina og það einn af þessum lokuðu viðburðum sem bara fyrir meðlimi. Og þá fáum við kynningu á First North markaðnum hjá Páli Harðarsyni. Í lok október förum við svo annar lokaður viðburður þar sem við förum í fjárfestakynningu hjá Össuri. Þetta örfáum dögum eftir að þeir skila uppgjöri fyrir 3. ársfjórðung. Og svo erum við að vinna að fleiri viðburðum sem ekki búið að tímasetja en verða vonandi tímasettir á bara allra næstu dögum eða vikum. Og meðal annars framhaldsfundur af þessum fundi með VFB þar sem verður farið yfir næstu skref þegar maður búinn að ná þessum grunnskrefum í fjárfestingunum. En fleira var það ekki á mér, þannig að ég ætla bara að gefa bitnu orðið núna. Já, komið í sæl. Takk fyrir þetta, Alexander, og takk ykkur fyrir að mæta. Ég held að það sé alveg óhætt að segja að þegar við töluðum saman við Alexander í sumar og ég satt bara södraði eitthvað í ístíði í sumarfríinu og spurði hvort að við ættum ekki aðeins að tala fyrstu skref í fjárfestingu og hvernig fólk byrjaði að fjárfesta. Ég átti ekki alveg von á því að það myndi 2500 manns melda sig á 2 viðburði en þetta virkilega skemmtilegt og kom okkur töluvert og óvart. En sýnir kannski líka ákveðna breytingu sem að verða þar sem að ungt fólk og kannski sérstaklega ungt fólk hefur mun meiri áhuga en áður á því að
bara kunna að fara með peninga og fjárfesta. Kannski munið ekki eftir, eða sum ykkar munið eftir í hvernig þetta var hérna í kringum eða fyrir hruni þar sem að áhugin var fyrst og fremst á það að vera fjárfesta eða að leggja fyrir, en það fór mun minna fyrir námskeiðum og þjálfun og hérna spjalli og upplýsingum það svona hvað væri rétt og rangt og hvernig maður ætti að bera sig að. En það var nú nefnt við mig hérna eftir síðasta fund sem við héldum í Háskólanum í Reykjavík að það hefði ekki komið fram hvers vegna ég væri að tala um þetta og hverju VFIB væri nú eiginlega, sem einhverju spurðu, en við erum eignastýring Íslandsbanka, þannig að það sem við gerum í vinnunni það að ávaxta peninga. Við erum í því að sjá séreignarsparnað, kaup á hlutabréfum, skuldabréfum, sjóðum, eignadreifingu, bæði því að byggja upp eignasöfn með svona reglulegum sparnaði og því að ávaxta peninga sem þegar búið að safna. Þannig að annað sem að kom fram, ég spurði nú salinn síðast hvort að það væri almenn tilfinning fólks að maður ætti ekkert erindi í það að tala við til dæmis fagfólk í eignastýringu eða vera að velta fyrir sér svona fjárfestingu nema maður ætti fullt af peningum, og það var ansi margir sem kinkuðu kolli og töldu svo að vera. Og ég held að það sé mikilvægt að við höldum fundi eins og þennan og fleiri námskeið til að útskýra það að það ekki bara fyrir þá sem eru að vinna í þessu eða þá sem eiga mikla peninga að fjárfesta, að ávaxta peningarnir sína skynsamlega. Það mjög mikilvægt að við byrjum á því snemma, vegna þess að eins og kemur í ljós hérna á eftir, og erum við langflest, ef ekki öll í þeirri stöðu, að þurfa að fjárfesta, hvort sem við höfum einhvern áhuga á því eða ekki. Þannig að byrjum aðeins á ástæðunum fyrir því að við fjárfestum. Og fjárfesting orð sem maður tengir kannski frekar við fjárfesta. Og þegar maður heyrir fjárfestir, nafn á einhverjum aðila, Alexander Jensen Hjálmarsson, fjárfestir. Þá sér maður fyrir sér einhvern fagmann sem á mikla peninga að kaupa hérna heilu fyrirtækin. En fjárfesting skarar mjög mikið við hugtakið sparnaður líka. Þegar ég að spara hérna í séreignarsparnaði, þá ég að fjárfesta. Það verið að nota þann séreignarsparnaði að kaupa skuldabréf, hlutabréf, leggja inn á bankareikninga. Við erum að ávaxta peninga til mjög langs tíma. Þetta ekkert annað en fjárfesting. Og svo nú margar ástæður fyrir því að fólk leggur fyrir. Og eina af þeim sem ég nefni til dæmis hér það að verja eignir. Og í Íslandi að þá í rauninni ekki sá valkostur fyrir hendi að taka við peningum í reiðufé og geyma þá peninga. Ekki nema við viljum taka sénsinn á því að þeir peningar rýrni og rýrni með hverju árinu sem líður vegna verðbólgu. Þannig að þeir sem eiga eitthvað fé, þeir verða að fjárfesta til þess að verja það fé. Og svo það svona það sem við kannski heyrum oftast tala það það að eiga fyrir hlutunum, að spara fyrir hlutunum. Og auðvitað hljómar þetta oft tiltölulega leiðilega, maður verður að það skila að leggja fyrir 5.000 skall eða 10.000 skall á mánuði svo maður þurfi nú ekki að taka lán seinna meir. En þetta skiptir svo miklu máli á Íslandi. Og auðvitað skiptir þetta máli út allt. En hugsaðu ykkur á Íslandi, ég held við getum gert ráð fyrir því að hér verði áfram hærri vextir en annar staðar. Normið hér á Íslandi eru tiltölulega háir vextir og yfirleitt þó hafa nú ekki verið það undanförnu tiltölulega mikil verðbólga. Það þýðir að ef ég skulda peninga þá ég að borga háa vexti og ef ég á peninga þá ég að fá háa vexti. Úti þar sem að vextir eru sama og engir þá kannski tiltölulega ódýrt að taka lán, tiltölulega litli vexti sem ég fæ á að ávaxta peninga. Þannig að þegar munurinn svona mikill þá skiptir því með meira máli að taka ekki lán heldur að fjárfesta. Og það eina helsta ástæðan fyrir því að fólk leggur í þetta. Nú, við erum að fjárfesta til mislangs tíma og það líka það sem að vantar stundum þegar við erum sjálf að byrja að leggja fyrir peninga og höfum kannski ekki velt þessu öllu fyrir okkur, að það að við erum að höndla eða fara með allt okkar fé sem við erum að leggja fyrir, við erum að fara með það með nákvæmlega sama hætti. Ég að fara í útskriftarferð næsta sumar og ég set þann pening á sama stað og ég set það sem ég ætla að kaupa íbúð eftir 4 ár í lífeyrissparnaðinn minn, það sem ég ætla að kaupa gítar jólin fyrir. Ég set allt á sama stað. Það ekki vanlegt árangurs. Það náttúrulega flækir þetta svolítið. Það þýðir að maður þarf aðeins að fara að læra og maður þarf að velta fyrir sig hvernig best að koma peningum fyrir. En það alveg þess virði að velta því fyrir sig vegna þess að markmiðið hjá flestum það að reyna að fá sem besta vexti eða ekki. Að reyna að ávaxta peningana eins vel og mögulegt án þess að taka mikla áhættu. Og við gerum það ekki með því að setja allt á sama stað. Og við förum aðeins betur í þetta og eftir hvað ég á við með því og þið sjáu þessum píramída hér
Þetta er ekkert heilagt, en þið sjáu hér til langtíma sparnaður sem kannski það sem er 3 ár eða lengur. Það væntanlega, ef ég á einhvern pening sem ég að fara að ávaxta í svona langan tíma, þá get ég ávaxtað hann betur. Þarna get ég nefnilega þolað einhverja sveiflur. Og þess vegna það þannig að þeir sem eru yngstir og eru að ávaxta, þeir væntanlega þola mestar sveiflur ef þeir ætla ekki að fara að nota hann pening strax. Ef við erum til dæmis í séreignarsparnaði. Þannig að það sem við erum að ávaxta til skamstíma, það má helst ekki sveiflast mikið. Þannig að þá kem ég þeim pening fyrir á staða sem eru litlar sveiflur, yfirleitt á minni ávöxtun. Ef ég hef langan tíma, þá þoli ég sveiflur og fæ væntanlega meiri ávöxtun. En við skoðum þetta aðeins betur og eftir. Ef ég finn síðan fyrir þessari þörf og hef ákveðið að ég ætla að fjárfesta, þá er spurningi hvernig ég ætla að gera það, hvernig ætla ég að fjárfesta. Og ég ætla ekki að lesa upp hérna eftir Jalen Rose og ég veit að það eru örugglega margir í salnum sem vita ekkert hvað þetta er. Þetta er gamall NBA-leikmaður. Mér finnst hann orða ágætlega hérna rökstuðningin fyrir því að maður ætti að fá allavega einhverja aðstoð við það að ávaxta peninga. Alexander nefndi áðan að félagar í ungum fjárfestum að þeir fái sérkjör og afslætti á viðskiptum í gegnum sérfræðinga hjá VFIB. Og það er vegna þess að við viljum að fólk fái stuðning við það að byrja, við fyrstu skrefin. Ég held að það sé miklu betra ef einstaklingur hefur áhuga á því að kaupa hlutabréf í Marel eða Icelandair eða Reitum eða hvað fyrirtækið er, hann tali við sérfræðing. Það þarf ekki að vera að hann sé bara að skipta skoðun eða neitt slíkt, en nýtum okkur sérfræðiþekkingu, nákvæmlega sama ef við værum að fara út í apótek að vera eitthvað að okkur, þá myndum við spyrja einhvern fagmann hvað lyf á ég að fá eða fá einhver stuðning við þá ákvörðun sem við höfum kannski tekið. Við þurfum síðan að ákveða hvaða vörur eru það sem að henta mér. Á ég að setja þetta allt inn á bankareikning, á ég að kaupa skuldabréf eða hlutabréf. Og það sem flestir hugsa þegar ég fór úr í að segja bankareikningar, bankabækur í það að tala um skuldabréf og hlutabréf, þá hugsa maður að ég veit ekkert um skuldabréf og hlutabréf. Og kannski hafa einhverju heyrt fólk segja, maður á aldrei að fjárfesta í því sem maður skilur ekki. Og það er bara alveg hárrétt, maður á að doka við það. Það þýðir ekki endilega að það þurfa að vera mjög hættulegt að fjárfesta í hlutabréfum og skuldabréfum. En ef maður veit ekki hvað maður er að gera, þá eru miklu meiri líkur á að maður misti sig og gerir mistök. Þess vegna er mikilvægt að annarkvort fela einhverjum sérfræðingi að meta þá hvaða skuldabréf og hlutabréf og hvort það þurfa að gera einhverja breytingar, eða þá að maður læri þetta sjálfur. Og það er það sem félagskapur eins og ungi fjárfestar bjóða félagsmönnum að gera, að gefa sér bara pínulítinn tíma í það að læra þetta. Allt saman ókeypis, ekkert mál að nálgast alla þessa fræðslu. Og ég segi að svona, ef maður gefur sér kannski 3-4 tíma, það þarf ekki meira, þá er maður komið með góðan grunn, bara nægan grunn. Og við í VFIB vorum í samstarfi við opna háskólann í Háskólanum í Reykjavík síðasta vetur og þar síðasta, þar sem við bjuggum upp á námskeið, það voru 5 eða 6 námskeið sem voru allur svo grunnur sem fólk þarf til þess að byrja að fjárfesta. Og svo höfum við náttúrulega áhuga á því að halda áfram að bjóða upp á námskeið svona fyrir þá sem eru aðeins lengra komnir og farnir af stað. En á ég að kaupa fyrir allan peningin í einu, þarf ég að eiga mikla peninga eða á ég að leggja inn reglulega. Og reglulegur sparnaður er sá sem að virkar yfirleitt best vegna þess að hann er alltaf sjálfvirkur. Og það eru örugglega mjög margir hér í salnum sem að segja ég hef ekki svigrúm til þess að leggja fyrir einhverja peninga. Eða vera að biðja mig að taka 10.000 kall á mánuði og leggja fyrir, ég bara get ekki gert það því ég er ekki með þannig laun. En margir sem eru kannski að vinna með skóla eða eru út á vinnumarkaði, þeir eru samt með séreignarsparnað. Og séreignarsparnaður er sjálfkrafa sparnaður og við erum alltaf að borga hver mánaðamót þangað inn, þannig að hann er að virka þannig. Þannig að sjálfvirkur sparnaður, hann er góður af því að hann tekur af okkur það að þurfa einhver einustu mánaðamót að velta fyrir okkur á ég að leggja inn peningin inn í einhvern sparnað eða á ég að nota hann. Af því þá er ansi oft sem við segjum ég ætla að nota peningin. Erum við síðan langtíma fjárfestar eða erum við spákaupmenn? Og auðvitað munu flestir segja að ég er ekki spákaupmaður, það er bara eins og við vorum að tala ekki fjárfestir, það er svona þeir sem eru búin að setja sér mjög vel í málin. En ég ætla að sýna ykkur hérna á eftir hvers vegna það er hættulegt að hegða sér eins og spákaupmaður ef maður er ekki spákaupmaður. Flest erum við langtíma fjárfestar. Það sem við gerum þá þegar við erum langtíma fjárfestar er að við erum að kaupa eignir og við erum að leggja peninga fyrir þar sem að við teljum að ávöxtunin verði góð til langs tíma. Við erum ekki að pæla í tímasetningum. Spákaupmenn eru að hugsa um tímasetningar. Þeim er eiginlega alveg sama það hvort að skuldabréfin eða hlutabréfin sem þeir eru að kaupa séu góð eða ekki. Það er að segja hvort að fyrirtæki sé vel rekið eða ekki. Eina sem þeir eru að hugsa um er þetta ódýrt
er ég kaupi og er þetta dýrt þegar ég sel? Er ég að fara að græða á því að kaupa og selja? Langflestir fjárfestar, það er það sem er svo mikilvægt fyrir ykkur að temja ykkur, er það að við erum að hugsa hvaða eignir eru það. Þannig að þegar ég er að kaupa verðtryggð ríkisskuldabréf, þá er það vegna þess að ég vil vera varinn fyrir verðbólgu til langs tíma. Ég vil að ríkið skuldi með peninginn, ég vil fá verðtryggingu. Ég er ekki að taka neina afstöðu fyrir því hvort að ég kaupa þetta í dag eða í næstu viku eða næsta mánuði. Þannig að við veljum okkur eignaflokka og búum okkur til svona eignasafn. Og hér er mynd sem að sumir sem eru í skóla þekkja alveg örugglega, er alltaf verið að draga upp þessa mynd og hún er líka mjög góð. Þetta er mynd sem sýnir okkur bandaríska skuldabréf og hlutabréfamarkaðinn 77 til 2011 og þetta eru annars vegar það sem stendur bonds eða skuldabréf, þetta eru bara venjuleg óverðtryggð ríkisskuldabréf til 10 ára í Bandaríkjunum og hlutabréfin að það er S&P 500 vísitalan, 500 stærstu skráðu félögin. Og þetta sýnir þá ef ég hefði sett allan peningin í skuldabréf árið 77, hvernig væri staðan í dag eða allt í hlutabréf. Og þá sjáum við á þessari mynd að áhættan er á þessum lárétta ás, það er að segja mæld í sveiflum, hversu miklar sveiflur og hversu miklar líkur í þessu óheppi með tímasetningu og lóðrétta ásnum er meðaltals ávöxtun á ári. Ef ég setja allt í skuldabréf, þá fæ ég þokkalega ávöxtun með lítilli áhættu. Þegar skuldabréf eiga að vera öruggari. Ef ég setja allt í hlutabréf sem er upp í horninu, að þá er náttúrulega miklu meiri áhætta, mjög mikil áhætta, en líka töluvert meiri ávöxtun. Það sem við gerum, þegar við, og nú er ég að tala um það, setja ekki alltaf allt á sama stað og við gætum komist að þeirri niðurstöðu sem er alveg rökrétt að skuldabréf eru öruggari en hlutabréf. Að verðtryggður bankareikningur er öruggari en óverðtryggður bankareikningur eða komist að svona niðurstöðu og sett allan peningin okkar á einn stað. En þegar við dreifum eignunum okkar, að þá erum við að minnka sveiflurnar. Ef að ég, eins og þið sjáu hér, hefði sett 25% í hlutabréf, 75% í skuldabréf, þá hefði verið minni áhætta, minni sveiflur, en meiri ávöxtun. Og hvernig má það vera að sveiflunar minnki þegar ég bæti inn einhverju svo hlutabréfum sem að sveiflast alveg vilt og galið? Það er vegna þess að þetta sveiflast ekki eins. Ef ég á skuldabréf á eitthvað eitt fyrirtæki, þá sveiflast það bara eins og verðlagningin er á skuldabréfi þess fyrirtækis. Ef ég á 2 skuldabréf, þá eru þau ekkert að fara að sveiflast eins. Og þá eru minni sveiflur í safninu. Þetta er ástæðan fyrir því að langflestir sparifjáreigendur og fjárfestar, þeir eru ekki að fjárfesta í einhverju einu bréfi eða einhverjum einum stað. Þeir eru að dreifa eignunum sínum vegna þess að við verðum að muna það að það er ekki bara vextinni sem skipta máli, það er líka öryggið. Og öryggið er verðmæti alveg eins mikið og vextirnir eru það. Það er mjög mikilvægt að gleyma því ekki. En ég nefndi á hann, erum við spákaupmenni eru við langtíma fjárfestar og er hætt við því að langtíma fjárfestir bara venjulegur sparifjáreigandi fara að hegða sér eins og spákaupmaður. Og þá langar mig að sýna ykkur línuritt sem er hér yfir verðtryggða ríkisskuldabréfamarkað. Og ég er ekki með neitt kvarða hérna á lóðrétta ásnum vegna þess að það skiptir ekki máli fyrir því sem ég er að fara að segja. Þetta er í rauninni ef ég hefði sett peninginn í verðtryggð ríkisskuldabréf þarna í upphafi árs 2008, þá er þetta búið að hækka þarna þennan tíma og þeir sem sitja aftast í salnum þeir sjá svona ekkert allt mikla sveiflur. Þetta er svona tiltölulega smúð eða ekki alla leiðina. Ef við hins vegar horfum á ákveðin tímabil, þá sjáum við að sumstaðar er mjög mikil hækkun og mjög mikil lækkun á stuttum tíma. Þetta er það sem, ef ég er langtíma fjárfestir, kaupir bara og leyfis að vera, þá skiptir það engu máli. Eina sem skiptir máli er að ég keypti þetta einhvern tímann, svo er að lalla hérna einn venjuleg ávöxtun og svo selja einhvern tímann á endanum. Ef ég er spákaupmaður, skammtíma fjárfestir eða hvernig sem við vorum það, þá er ég að reyna að kaupa fyrir þessar uppsveiflur og selja á toppnum. Og ég ætla að sýna ykkur hérna aðeins og henda upp á skjáinn hvað það er sem að gerðist þegar allar þessar uppsveiflur eða niðursveiflur voru. Og ef að þið eruð að hugsa að þið viljið vera að tímasetja ykkur á verðbréfamarkaði að ákveða hvenær þið eruð að kaupa en hvenær þið eruð að selja, að þá þurfið þið eiginlega að geta séð svona hluti fyrir. Og það er hrunið, það eru vaxtalækkanir, þegar vextir eru lækkaðir og þá hækkar verð á skuldabréfum yfirleitt. Hérna er mjög sérstök umræða þar sem að fleiri milljarðar sveifluðust þarna upp og niður á skuldabréfamarkaði, þar sem að vera að tala um hvort að afleiðingisgjaldeyrishafta væri handan við hornið eða ekki. Allt í einu lækkar verðbólgan sem tekur síðan strax aftur við sér þegar að krónan fer að veikjast. Íbúðalánasjóður, það fyrir umræðan staðum það er kannski íbúðalánasjóður náttúrulega módel sem bara gengur ekki upp, er búið að gefa út síðasta bréfið.
Og þar gildir bara lögmálum framboð og eftirspurn eins og annars staðar. Það verður bara minna og minna framboð fyrir sér en áfram jafn mikil eftirspurn. Þá hækkar verðið. Verðskrárhækkanir, komugjöld á heilsugæslu og eitthvað slíkt, eru að hækka í opinberum aðilum, það mun náttúrulega valda verðbólgu. Þá hækka verðtryggð bréf. Og svona heldur þetta áfram, lög á verðtryggð bréf, Icesave-dómurinn, kosningar, þarna eru kosningar þar sem lofað mjög miklum fjárútlátum, þá segir markaðurinn þetta að fara að valda verðbólgu. Flest af þessu þess eðlis að það mjög erfitt fyrir okkur að sjá þetta fyrir. Og þetta skuldabréfamarkaðurinn. Ef ég væri með hlutabréf, að þá það náttúrulega tölur sem fyrirtæki birtir, hvort að fyrirtæki endurfjármagna sig og svo framvegis, yfirleitt eitthvað sem mjög erfitt að vita fyrr en að markaðurinn búinn að bregðast við. Og það mjög hættulegt. Ef þið heyri góðar fréttir af einhverju fyrirtæki eða einhverju skuldabréfi, passið ykkur þá því að þið séu ekki of sein að bregðast við. Það getur vel verið að, þetta voru góðar fréttir, en ef þið ætlaði að fara að kaupa því sjórun og sein. Þetta ég ekki að segja að maður eigi ekki að hugsa tímasetningar og það náttúrulega fyrir þá sem að vilja læra mjög mikið þetta getur það bara verið mjög skemmtilegt, en maður þarf alltaf að passa sig og fyrst og fremst að hafa kjölfestuna í sínum fjárfestingum sem langtíma fjárfestingu þar sem við kaupum eignir sem við teljum góðar til langstíma litið. Það mjög hættulegt að elta ávöxtun og við höfum haldið erindi sem klukkutími og getur verið miklu lengra sem heitir algengustu mistök fjárfesta og eitt af því allra algengasta sem við sjáum það að fólk að kaupa það sem búið að hækka og selja það sem búið að lækka. Og ég veit að þegar þið sjáu þetta svona mynd að þá hljómar þetta ofsalega basic og maður hugsa ég aldrei að fara að lenda í þessu, en það allt of algengt og maður þarf að passa sig mjög mikið á því að brenna sig ekki á þessu. Nú, fyrstu skrefin, því ég ætlaði að nefna það, hvað á ég síðan að gera núna ef ég ætla að byrja að fjárfesta? Mikilvægast það að afla sér nægrar þekkingar fyrir það sem við ætlum að gera. Ef ég ætla sjálfur að vera að velja einhver hlutabréf eða skuldabréf, þá verði ég að skilja hvað ég að fara út í og sækja námskeið. Það ekkert mál. Það þetta að nálgast slík námskeið út allt, það þetta að lesa bækur, að gera skrá sig í unga fjárfesta og taka þátt í umræðinni sem þar. Sækjum okkur ráðgjöf, ekki vera smeyk við það, ekki halda að þrátt fyrir þið séu ekki með háar fjárhæðir eða há laun eða hvað það að þið megið ekki eða séu að trufla fagfólkið. Og þá ég bæði að tala í eignastýringum bankana og líka hjá lífeyrissjóðum. Þetta fólk sem vinnur við þetta og hefur bara gaman að því að fá heimsókn og fá spjall. Og núna í gærmorgun til dæmis komu 2 strákar upp í VFG til okkar og settust hjá kollega mínum Gísla sem höfðu mætt á fund fyrir 2 vikum og þeir voru hjá þeim í klukkutíma bara að spjalla hvernig þeir ættu að byrja að fjárfesta. Ég ætla líka að benda þeim sem eru aftast í salnum að það eru sæti í miðunni að gera bara að koma niður og fá okkur sæti. Minnsta mál. Svo það svona kannski ef þið ætlaði að muna eitt þegar þið farið í hann, munið til þessu. Langflestir launþegar eiga einhvern séreignarsparnað. Og séreignarsparnaður það eru sérstök lög sem gilda séreignarsparnað sem eru með innbyggða hvatningu til þess að nýta sér sparnaðinn. Það að segja, ef ég spara að þá borgar launagreiðandinn mér. Þetta hvergi annars staðar í heiminum en á Íslandi. Það verið að borga okkur fyrir að spara. Ef þið eigið svona peninga, ekki halda að þetta sé eins og þið séuð að borga í lífeyrissjóð, þar sem að þið hafið ekkert ávöxtunina að segja. Vegna þess að séreignarsparnaður eru ykkar kennitölu, þið ráðið hvar hann ávaxtaður og hvernig hann ávaxtaður. Ef að þið hafið áhuga á því að hafa ykkar eigin skoðanir og skoða hvernig það ættu að ávaxta peninga, farið núna heim eftir þetta eða í skólanum eftir þetta stutta erindi og hafi kannski smá áhuga að læra meira, byrjið á séreignarsparnaðinum. Það ekkert mál að fá yfirlit yfir það hvernig verið að ávaxta ykkar séreignarsparnað í dag. Fáið þetta yfirlit og myndið ykkur bara skoðun á því. Það getur vel verið að þetta hafi bara verið sett í einhverja svona default leið fyrir löngu síðan sem allir eiga að vera í eða eitthvað slíkt, en þið geti breytt því og það ekkert mál að gera það. Þannig að flestir sitja á einhverjum sparnaði í formi séreignarsparnaðar og við getum ráðið því hvernig hann ávaxtaður. Eitt sem nokkuð erfitt í því að leggja fyrir og spara að maður þarf að temja sér smá þolinmæði.
Það alltaf þannig á skuldabréfamarkaði og hlutabréfamarkaði að það eru sveiflur. Alltaf. Þó þið séu með mjög örugg hlutabréf, mjög örugg skuldabréf, þá þetta alltaf að fara að sveiflast í verði. Þannig að ef að það eru niðursveiflur, þá verðum við að meta það hvað var það sem að skýrir þessa, ef þið viljið vera að setja ykkur það mikið inn í þetta. Hvers vegna var þessi niðursveifla? Einhver ástæða til að halda hún haldi áfram? Sama með einhverja gríðarlega hækkanir, hvað að skýra þessi miklu hækkanir og ástæða til að halda það haldi áfram? Myndin sem ég sýndi ykkur áðan þarna sveifluna upp og niður og sá sem alltaf að kaupa dýrt og selja ódýrt, það eru þeir sem að halda alltaf að sveiflur séu varanlegar. Að niðursveifla haldi endalaust áfram, að uppsveifla haldi endalaust áfram. Yfirleitt það samt þannig að endurhvarfa meðaltalinu frekar normið heldur en að þetta haldi endalaust áfram. Það mun líklegra ef þetta eftir mjög mikla hækkun að veri lækkun heldur en og eftir mjög mikla lækkun veri hækkun. Þannig að höfum það í huga og munum það líka að vaxtavextir skipta alveg ótrúlega miklu máli og sérstaklega það sem vextir eru háir alltaf vegur rosalega þungt að fá vexti ofan á vextina og fá ávöxtun ofan á ávöxtunina. Það skiptir svakalega miklu máli. Og svo það bara að halda áfram, að viðhalda þekkingunni. Og það það sem við erum að gera í VFIB og ungi fjárfestar og Kauphöllin og fleiri aðilar að reyna að bjóða upp á fræðsluefni og umræðu þessa hluti svo við getum haldið okkur á tánum og haldið áfram að fræða okkur. Hér svona dæmi það sem þið getið nálgast hjá okkur, þetta svona myndir úr starfinu hjá okkur. Það eru fjölmörg námskeið og eins og Alexander nefndi að þá hefur við áhuga að bjóða upp á framhaldsnámskeið. Það sem þið getið líka gert að þið getið litið inn á YouTube eða inn á Facebook hjá okkur, inn á vfib.is. Það eru upptökur á tugum funda og námskeiða og það eru grunnnámskeið og námskeið fyrir lengra komna í hlutabréfum, skuldabrjöfum, atferlisfjármálum, ársreikningum, lífeyrismálum. Það allur skali. Það sem við gerum líka að við bjóðum upp á skemmtilega fræðslufundi. Þar sem við erum ekki kannski beint með námskeið, heldur erum að ræða hlutina. Við erum að fara að tala erlendar fjárfestingar, við erum að fara að tala fjárfestingar á norðurslóðum næstu 20 árin. Það verður frábær viðburður núna í október þar sem við tölum hver að fara að borga fyrir þann infrastruktúru eða þá innviði sem þarf að byggja upp í Norður Íshafinu. Núna 22. september verðum við með bókakvöld þar sem við ætlum að hittast og tala hátíðni viðskipti í Kauphöllum, bók sem heitir Flashboys sem hefur verið mikið umdeild. Við erum með reglulegt svona starf og svo sáum við dagatalið hjá Alexander áðan að það heilmikið sem að boðið upp á. Og markmið okkar náttúrulega allra með þessu að við byggjum upp markaði með þessu öðruvísi hætti en við gerum fyrir hrun. Við viljum að þeir sem að taka þátt í því að ávaxta sína peninga í hlutabréfum og skuldabréfum viti hvað þeir eru að gera. Og besta leiðin til þess að fá fólk til að fræðast þetta að bjóða upp á skemmtilegt og fjölbreytt úrval þannig að fólk fái áhugann. Þannig við leggjum okkur fram við það. Þið sjáum hér svona hvernig við erum með bókalista ef þið hafið áhuga að lesa ykkur til fjárfestingar. Þá stökkum við inn á vfib.is/allir lesa og það fjöldinn allur af áhugaverðu fólki sem búið að mæla með fjármálabókum. Og við ætlum að taka einhverjar af þessum fjármálabókum inn á þessi bókakvöld okkar og ræða þær. Ég var búinn að tala það að við ætlum ekki vera allt og lengi svo við hefðum smá tíma síðan í umræðu. Þannig að ég ætla að kanna það hvort að hér væru einhverjar spurningar úr salnum, svona rétt í lokin, hvort einhver vildi brjóta ísinn.